Grófin geðverndarmiðstöð tók til starfa hérna í miðbænum og Akureyri fyrir það bil 2 mánuðum. Nú ég komin í heimsókn þangað og langar að spyrja, hvernig hefur gengið þessa 2 mánuði, Eymundur? Gísli, það bara, maður að segja, það bara ótrúlega hvað hefur gengið vel og hvað fólk hefur tekið þessu vel og við erum rosalega fegin og bara þakklátt. Í dag eru svona 10-15 manns að koma daglega og fólk farið að virka sig og taka þátt og við erum komið með hópastarfsemi og komið 4 hópar og þetta gengur eiginlega fram að vonum og við vonum bara að svo verði áfram. Þannig að það hefur sannast að það var þörf fyrir þetta? Já, og þetta virkar í Reykjavík og akkur ætti þetta ekki virka hér, þannig að ég held að við séum ekkert öðru sem það. Og það er nauðsynlegt líka bara fyrir samfélagi fyrir norðan að opna þessu umræðu og vera með forvarnir og eins og ég hef sagt áður að það vill lengi vera veikur en hérna er hægt að fá hjálp. Það er bara númer 1 að viðurkenna að þurfi hjálp. Þetta er nýtt úrræði og við höfum lautina sem er annað úrræði og það hefur náttúrulega eins og við vitum öll hvernig þetta hefur verið undanfarin ára að það er mikið þrenging á öllu að heilbrigðiskerfi það er erfitt að taka á móti fólki og það er sprungið og þannig að og við höfum verið eins og nú hefur kom fólk ofan á geðdeild og yfirþjálfar og það að kynna sér hvað við erum að gera og þeim leist rosalega vel á þetta og við vonumst eftir bara góðu samstarfi við þau. Er hugsanlegt að sé kannski eitthvað fólk þarna úti, einhvers staðar í samfélaginu sem að hugsanlega þarf á hjálp að halda en hefur sig ekki í að leita eftir henni? Pottþétt. Það er ekkert launungarmál og ég segi bara við það að fólk viðurkenni að þið þurfi hjálp og nýti ykkur hjálpina. Það er það sem ég hef gert eftir að ég sá hvað var að mér fyrir 8 árum síðan og ég sé ekki eftir því í dag. Og við erum bara manneskjur eins og hver annar og ef fólk er veikt eða það er krabbamein, þá fer það á sjúkrahús og það er ekkert öðru sem er geðraskanir en eitt annað að við þurfum hjálpi bara og því fyrr því betra bara. Magnús, þú ert formaður fyrir Ung Huga. Hvaða félagsskapur er það? Ung Hugar eru félagsskapur sem hefur verið starfræktur innan Hugarafls síðan 2009. Þetta er starfsemi svipuð Hugarafl sem byggir á þessum jafningjagrundvelli og valdeflingu nema miðuð meira að þörfum ungs fólks og svona stað þeirra í samfélaginu. Nú hefur það komið fram í umræðinni að það er talsvert það að nemendur í framhaldsskólanum detti út vegna hugsanlega geðraskana. Finnur þið fyrir þessu? Er talsvert þetta hjá þínum jafnöldrum? Já, ég get alveg sagt að það eru mörg dæmi þetta innan Ung Huga til dæmis og ég get bara nefnt sjálfan mig sem dæmi. Ég er núna búinn að fara í að minnsta kosti 6 menntaskóla. Þess að ég bara detta oft í þunglindi og neyðist til að skipta og fara eitthvað annað. En þetta er algjörlega eitthvað sem þarf að vinna og eitthvað sem við reynum mjög mikið að ná til þessa fólks. Við erum akkurat að reyna og miðum að því í framtíðina að opna þetta starf fyrir fólk sem er yngri en 18 ára. Fólk sem er bara að byrja í menntaskólum 16 ára gamalt. Vegna þess að það er erfitt út af það er ekki orðið sjálfráða en það þarf alveg mikið á þess að halda. Og innan menntaskóla er þetta mjög lítið sinnt í mörgum skólum til dæmis þar sem ég er í framhaldsskólum á Laugum. Þar er ekki sálfræðingur nema 1 dag í mánuði sem er bara ekki nóg fyrir fólk. Er kannski dæmi þess að þetta fólk, þessi krakkar sem að lenda í þessu, þau bara loki sig af og leiti sér ekki hjálpar? Mjög svo. Það er mjög mikil fordómar fyrir þessu sérstaklega meðalungs fólks. Við horfum á okkur sjálf, við erum bandarískum bíómyndum og þessu Hollywood hugmynd á bak við geðveiki og við getum ekki viðurkennt að við séum það. Við höldum að við séum bara ömurleg eða feimin eða félagslega vanhæf. En oft þá er þetta eitthvað sem er bara annað og eitthvað sem þú þarft að fá hjálp við. Nú, ef einhver ungmenn er að hlusta á okkur og hafa áhuga á því að leita sér hjálpar, hvað geta þau gert ef þau vilja nýta sér ykkar lífsstyrk? Ef þau eru í Reykjavík, þá er Ung Huga starfið aftur að fara í gang þar núna eftir áramót.
og bara annan miðvikudaginn fyrir ekki 8. janúar mun vera fundur í Borgartúni 22, húsnæði Hugarafls, klukkan 4. Og ef þið eru inn fyrir norðan, þá við líka fara af stað eftir áramót. Og það verður líka fundur hér í húsnæði Grófarinnar, sem í Hafnarstræti 95. Og það mun líka vera fundur 8. janúar klukkan 4, sem ég hvet bara alla sem hafa áhuga á að byrja þessu starfi til að mæta. Við erum opið hérna frá 1 til 4 og hérna það já, eins og staðan í dag, þá bara að koma til okkar og hérna spjalla og kynnast okkur og sjá hvað við erum að gera. Við erum með 300 fermetra húsnæði og erum mjög heppin og það margt sem við getum og hérna eru notendur sem hafa náð bara á 2 mánuðum bara fáránlega góðum árangri. En maður þarf að taka skrefi sjálfur. Maður þarf að líka gefa sér tækifæri. Ekki koma einu sinni, vegna það líður kannski ekki vel og koma svo ekki aftur. Heldur að gefa sér tækifæri. Þetta tekur tíma fyrir mann og hérna, ég held að það skiptir rosalega miklu máli. Og bara fyrir okkur og fyrir líka, vegna þess að þetta ekki bara einstaklingur. Þetta fjölskyldan líka og aðstandendur. Það hefur áhrif á allt og við erum oft hrædd við álit annarra, að vera dæmdur eða eitthvað. En ég segi líka bara við aðstandendur, ekki vera hrædd við álit annarra, það skiptir máli hvað er að gera, að nýta sér hjálpina. Og hérna ætlum við okkur líka að vera með fyrir aðstandendur og fræðslur og ýmislegt.